Já, komið sæl og velkomin aftur hingað í Málþóf eða Marathon Málþóf samstöðurinnar. Við erum komin með góðan gest á Zoom. Það hún Rósa Guðmundsdóttir. Rósa, heyrirðu í mér? Ég heyri þér ágætlega. Glæsilegt, þarna ertu. Hvernig er lífið og gengur? Þú ert í LA, ekki rétt hjá mér? Jú, ég er í borg Englana, Los Angeles. Og hvernig er stemningin þar? Er ekki bara allt í hershöndum þannig? Það er bara engar íkjur í þeirri staðreind að því miður þá hefur þessi borg verið að gangi gegnum bara, já, ég ætla bara að segja hreint út, bara algjöran fasisma og saklaust fólk er harðvinnandi fólk, saklaust fólk er bara tekið á götunni á einhverjum, þetta eru bara, hvað kalla maður svona menn? Þetta eru bara svona ribbaldar. Já, ribbaldar. Þetta eru ribbaldar, ráðgeitur á bakvið grímur að stökkva fólk og fá eitthvað. Sko, þetta eru bara ofbeldismenn sem eru löglega, halda þeir löglega geta komist upp með svona ofbeldishegðun og þetta er bara, og þetta er líka bara ólöglegt sem er margt í þessu landi núna er mjög ólöglegt sem er í gangi. Ég er alfarið á móti flestu sem að þessi ríkisstjórnin að gera og ég bara segi það bara upphátt og þess vegna er svo mikilvægt að styðja þetta málefni sem að þið eru að gera vegna þess að rödd fólksins skiptir svo miklu máli og það skiptir svo miklu máli að það sé byr undir vangjum fólksins að fólk ná að tjá sig og segja sína skoðanir og og fái rödd til þess að tjá sig óréttlæti og kalla það sem að gerast sínu réttu nafni, eins og ég segja kalla djöfulinn réttu nafni. Ef eitthvað er það sem það er, þá er það. Sannleikurinn skiptir hann ekki máli hvað þið finnst, hvernig þið líður með það sem það er, skilur þið. Sannleikurinn er sannleikur og það er bara þannig. Og ef eitthvað er fasismi, ef eitthvað er ofbeldi, ef eitthvað er óréttlæti og rangt, þá mannfólk veita inni sinni nema og sést náttúrulega sósíópati eða skilurðu. Já, það er einmitt við höfum aðeins verið að tala það í Laufi komið til okkar aftur aðeins verið að tala það svona og verið gegnum gangandi stef í kvöld. Það er sko vangeta fólks að horfast í augu við sig og einhvern veginn sig sem part af samfélaginu, spegla sig og þessi svona tendens að svona loka augunum fyrir því sem hryllilegt er svo lengi sem það snertir ekki þig sjálfan. Nákvæmlega, og við megum ekki verða dofin fyrir svona löguðu. Ég segi alltaf þú veist, ég er friðarsinni en ég mun deyja að berjast, skilur þú veist og það maður má ekki verða dofin fyrir því sem að þið vitið að er bara rangt, skilur það er rangt, það sem er til dæmis verið að gera í þinginu núna er að koma í gegnum þessum stóra ákvæði, það sem er verið að taka frá því sem eiga minnst mega sín til þess að gefa ríkustu meira og þetta er svo ógeðslegt, skiljiði og ég get ekki haldið inn í þetta er bara ógeðfellt. Það sem er verið að gera. Sem betur fyrir virðast svona fleiri vera á sama máli. Almenningur í Bandaríkjunum er meira og minna bara út á götum eftir því sem við sjáum allavega hér í fréttunum. Verður við það að fólk sé svona meðvitaðara, það sé að spyrna kannski aðeins svona fastar í gegn ríkjandi öflum og þar fram til göttunum? Fasistar vilja alltaf að þessi ótti í fólkinu vegna þess að þá geta þið stjórna meira, skilur, þá er meiri stjórn og
ég get sagt ykkur það að allt fólk sem ég þekki sko, mér kemur stundum á óvart að eru sumir sem að gusu þennan mann og svo eru margir sem að sjá eftir því líka en svona almennt fólkið á þessum línum að þeir vita, fólk veit að það sem að gerast hérna rangt og sem betur fyrir fylkisstjórinn okkar hérna í Kaliforníu, hann mjög góð, sterkur rödd akkurat núna en því miður þá hafa þið náð að þetta bara gestabó, þetta bara 2025 gestabóregla sem bara að keyra hérna og stökkva blásaklaust fólk sem og líka ólöglega í þessu þeir að taka fólk sko aðeins að þeir fái sinn dag fyrir réttarstólum og hérna eins og þið vitið þá þetta land eins og allir þættir sem við sjáum í sjónvarpinu Law and Order og allt þetta land réttarkerfis og meira segja þeir sem að þið vitið að eru algjörlega sekir þeir fá samt sinn dag í undir réttarstólum en þeir eru að taka þetta í burtu frá fólki sem á það skilið og þetta svo ofboðslega sárt að horfa upp á fólk sem hefur búið hérna all ævi og ég veit að margir Íslendingar við ólumst uppið sko ameríska sjónvarpsþætti, ameríska kvikmyndir og við vitum alveg það ofsalega gott og hlýtt fólk hérna í þessu landi sem hjartabrotið yfir því sem að gerast þetta land og skilur það má ekki gleyma því að Kaliforníu fylki var nú einu svona Mexíkó Já, ég meina fyrir utan það við skulum bara vera í sannleikanum hérna, þetta land byggt eins og ég talaði við Laufey að daginn, þetta land byggt á arðráni og þrælahaldi og landspildi og þetta land byggt á að neyða fólk í vinnu og svo hagnast á þeirra bökum og þeirra vinnu og svo byggja það landið upp á þeim auði og það eru margir sem að vildu aldrei vera saminast blökkufólkin sem var neitt þess að koma í svona þrælahald og þetta hefur bara verið undirliggjandi allan tíman og það ekki eins og þetta sé bara að koma fram, þetta hefur verið undirliggjandi svona tímarnir hafa náða að koma fram meiri réttindum og koma fram aðeins meiri svona hvað segið þið svona brúa bilið meira en það hefur verið stanslaus barátta og núna hinn hliðin sýnist að hinn hliðin sé að vinna aðeins á skilur það sem að sko hlið landeigandana eins og við sjáum hérna þetta eru ríkisbubbarnir sem að reyna að ná fram völdum og vilja ekki jafnrétti og vilja bara græðgina og vilja halda áfram að hagnast á baki fólksins þetta sama hugsun hjá þessu mönnum í rauninni sem að og þetta náttúrulega margir að segja að þetta sé í nafni Guðs og þetta og þetta svo rosalega heila þvegið inn í fólk sem að elst hérna upp eins og í Suðurríkjunum og svona þetta eru krakkar sem að alast upp stanslaust vera að bora í hausina þeim aftur og aftur að þetta sé Guðs vilji og mennin svo Trump eru frá Guði og svart fólk kemur frá einhverju bölvun frá Nóa og þetta svo mikið svona laga, þetta heilaþóttur sem að fólk elst upp í og það heldur að það sé að gera Guðs vilja og þetta sem svo erfitt að berjast á móti, það virkilega trúir þessu fram í rauðan dögun og svo fólk að koma fram núna sem að ólst upp í svona og hefur náð að brjótast út úr þessum kultisma sko og að tala þetta svo erfitt að brjótast út úr þessu okkur kennt að samkynnið fólk sé ógeðfellt og svart fólk sé frá bölvun og þetta undirliggjandi í alveg það svo mikilvægt að skilja þetta sko vegna þess að þetta svo óskiljanlegt. En hvernig finnst þér Rósa sem útlendingur Íslendingur í útlendum þegar þú lítur svona til Íslands sko fréttirnar hér frá Íslandi og það sem sagt frá því að það séu mótmæli annars slagið með þó nokkurum fjölda
þetta fólk sem einmitt að mótmæla sko innflytjendum, hælisleitendum og svona virðast vera svo litið að tala inn í þessa sömu narratífu og þú lýsir svo vel frá Bandaríkjunum. Hvernig finnst þér erum við bara komin into deep eða eitthvað sem við getum gert svona til þess að spyrna gegn þessu og svona upplýsingaóreiðu, þessari hræðslu við náungan og þar fram til göttunum? Sko, ég bara skilaboð til Íslendinga að ég ólst upp náttúrulega á Íslandi og ég get sagt ykkur það að ég ólst við svona setningar eins og maður var út á djamminu og einhver að tala á móti, þú veist, tægjur, bara þetta liða og bara drulla sér aftur heim og eitthvað svona. Ég sagði, þú veist að tala um mömmu mína, er það ekki? Og þeir bara, nei, ekki þú, sko, þú ert cool, sko, en ekki, sko, þetta er ekkit nýtt fyrir mér, eitthvað svona lagað í Íslandi núna, það sem hefur gerst með Amerika hefur svo sterk áhrif á heiminn og með normaliseringu þessa mann síðastliðin 10 ár hef ég séð að hatararnir hafa núna meiri byrjundi vangi til þess að vera að spjúa þessu núna meira svona á almannafæri og svona út og hér og það. Ég þurfti að taka í burtu rosalega marga sem voru að vinalistanum minn á Facebook en ég sé bara, þú ert bara kynþáttafordóma full manneskja, þú ert hatari, þú ert undir, sko, og svo einhver stelpa sem er undir, sko, undir flaggi Jesú Krist, algjör hatari. Og ég bara, guð mig góður, sko, hvað nú, en veistu hvað, stelpur, konur, elskurnar, ég get sagt ykkur það að mér finnst betra að sjá sanna liti fólks heldur en að vera í ykkur falsheitum. Endilega sýndu mig hverju þú ert, þá getur þú líka hunskast út mínu lífi. Takk fyrir. Og en nú myndi ekki að segja svona, já, en þú veist, verðum við ekki að sýna umburðarlyndi og skilja fólk og það eru stór hluti af íslenska vinstrinu sem er núna búin að afneita vókinu og mannréttindabaráttu svona eiginlega bara með svona stórtækum hætti. Við eigum bara að mæta öllum það sem þeir eru og Mars er einhvern veginn svona öll saman í takt í verkalýðsbaráttunni. Sko, ertu sammála þessu eða finnst þið bara er bara í lagi að loka fólk sem er með skoðanir sem manni hugnast ekki? Sko, skoðanir er eitt, sko. Ég er ekki hlynnt í að hafa ekki umræður eða hafa ekki, sko, tala um hlutina. En, sko, það er lína sem að þú verður að draga fyrir þín eigin gildismörk. Ef að við ætlum bara að vera í umræðu sko, hvaða kynþáttur er meira virði en annar kynþáttur. Ef að hvernig þú vilt lifa þínu lífi, hvern þú vilt elska og hvort þú vilji vera í bleikum kjól með rautt hár eða kalla þig Stjána eða Kván eða hvað sem það er, það er bara það kemur þér bara ekki við. En ég meina, en á sama tíma þegar það kemur út í vókið, þá er ég ekki sammála því að fólk eiga að neyða annað fólk í að gera eitthvað. Sama hvort það sé þín trú eða eitthvað annað. Ég meina, sko, fólk á að geta haft sitt val með hvað það vil gera. En á sama tíma á það að skilja, ef að ég er að koma frá stað sem ég er að neyða eitthvað fólk til þess að gera eitthvað eða segja eitthvað, þá mun ég kannski mæta smá mótspyrnu. Skilurðu, sama hvort að flokkist undir vók eða trú eða eitthvað annað. Þannig að ég vil líka horfa á minn part, hvernig er ég að tjá mig það sem ég trúi á án þess að vera að koma frá stað sem ég er að segja þér hvað þú átt að gera. Skilurðu? Já, þetta snýst allt virðingu bara svona í samtalinu. Já. En ég verð að hafa mín gildismörk og ég get alveg farið í umræðu við hatara og ég get alveg farið í umræðu og talað sko, en þá vil ég líka að það sé hlusta á mig ef ég á hlusta á þá og þá vil ég líka sko alveg fara í kjarnan á hverju ertu að rökstyðja það sem þú ert að segja, byggt á hverju. Og þá kannski komum við út í þessa rökleysu sem er kannski byggt á einhverjum svona hjátrúum eða einhverjum svona heilaþvitti sem kemur kannski frá trú eða bara hatri.
bara upplýsingaóriðu. Mér er svo fallegt Rósa, ég verða þú talar hatara, það er rosalega bara svona skýrt á skorunort, mér finnst það mjög fallegt í stað fyrir að svona leipula fólk sem rasista eða eitthvað svona, það er bara hatari bara virkilega vel að orðið komist. Þannig ég ætla að fá að skjóta mér hérna úr stúdíói og skilja ykkur vinkonurnar eftir. Gaman að hitta þig, Rósa. Rosalega gaman að hitta þig. Bara takk fyrir að hrista þessu upp í þessu. Nú get ég ekki sofnað fyrir klukkan 7. Já, takk fyrir. Heyrðu, Rósa, hæ. Mér langar aðeins að forvitnast að því að við erum búin að vera að heyra svo mikið svona óerðir á götum úti, ég veit ekki alveg að því ég mista aðeins framan af, hvort þið voruð eitthvað að tala um það. En já, við tölum aðeins það í byrjun. Hversu skelfilegt er þetta? Því að nú erum við búin að heyra af þessum þar sem að æs er búið að vera hreinlega bara brottnema fólk og handtaka það á götum úti. Þetta er fasismi. Þetta er bara fasismi 2025. Þetta er bara 2025 gestabó. Mér langaði bara að vita hversu vör við þetta þú hefur orðið. Ég er vör við þetta þeir eru að fara meira kannski ekki alveg inn í kjarnan Los Angeles en þeir eru að fara svona meira út í aðrina á Los Angeles og það er svolítið sem að kallast day laborers í Los Angeles Laufey og þetta er fólk sem er kannski ekki með pappirana alveg á hreinu en þeir eru borga skatt inn í kerfið, þeir eru með skattanúmer og þeir koma til þess að fá dagsvinnu. Þetta er fólk sem heldur upp efnahagnum og þetta allt fylki og sérstaklega þessi borgi byggð á innflytjendur þó kannski pappirinn sé ekki kannski alveg toppi á þessu fólki en það er á fjölskyldur krakka í skóla. Þetta fólk er að vinna vinnu sem að fólk er alltaf degra til þess að vilja vinna og tína jarðarberinn og ávextina og allt þetta sem að þú kaupir út í búð og svona og enda bara og svona. Já, akkurat þetta er fólk sem er bara vinna auðmjúka vinnu og það er ekkit samfélag, þetta er ekkit fylki án þessar fólks það að taka allt þetta fólk það mun þetta þá bara er þetta fylki ekki til, það er bara efnahagur hrynur, skilur. Þannig að bara, þetta er svo bilað, þetta er byggt á hatri, þetta er bara byggt á kynþáttahatri, engu öðru. Þetta er bara að vera að fara á eftir fólki til þess að vera með einhverja stefnu sem er byggð á hatri. Já, við skulum hata þetta fólk og henda því út og já, allir kjósa hann og sammála þessu og þetta er bara hatara stefna. Það er það sem þetta er, ofbeldi og hatara stefna og það er það sem þetta því miður er fullt af fólki sem að knýr sjálft sig á svona einhverjum svona lári orkutíðni sem er hatur því miður því að það hefur ekkert annað til að fylla sig upp með og því miður þá er þetta eins og ég segi þetta vann í gegnum hann í gegnum þessar kosningar og þetta er bara upprætt af svo mörgu og það er fullt af fólki sem er á móti þessu og fylkisstjórn okkar er algjörlega á móti þessu og það er bara fullt af fólki að berjast á móti þessu Laufey síðan við tölum saman seinast það er bara að fólk er að berjast á móti þessu á allan það hátt sem að getur í gegnum réttarkerfið það hefur verið að halda aðeins en því miður hæsti réttur Supreme Court þeir eru því miður ekki alveg hægt að treysta á þeirra skiluru dómgreind heldur algjörlega þannig að þetta er svona ég meina eins og ég segi ég bara er að taka þetta eitt af einu þetta er bara ein barátta í einu virðist vera en ég meina þú sérðu það hvað þetta er óvinsælt þetta er bara algjörlega óvinsælt það sem hann er að gera hann náttúrulega lýgur og það er ekki að treysta á neitt sem hann gerir og segir og þetta er bara tímar sem við erum að lifa í gegnum því miður og ég vona að við komumst í gegnum þessa tíma og þess að eitthvað hrikalegt þurfa að gerast eitthvað hrikalegt Já. Er að því að við töluðum saman seinast rétt eftir að eldarnir brutust út. Já. Hvernig eru eftirmálar af því máli? Erum við aðeins að taka Já, við getum tekið svona á það. Núna eru lögsóknir í gangi eins og ég spáði fyrir því að það var aðeins byrjað en það er svona mikið í gangi með það núna gegnum tryggingafélög sem hafa verið að svona svindla á fólki með það og þeir eru búnir að opna núna fyrir, veistu hvað Laufey, ég hef ekki ennþá treyst mér í að keyra í gegnum Palisades þorpið nýja alltaf
þar sem eldarnir voru. Fólk hefur verið að segja mig það að loksins keyrið í gegn og þetta svo mikið sjokk, sko, þetta bara rústir. Þetta bara eins og bara stríðsvæði í rauninni, sko, og þannig að ég get alveg ímyndað með, sko, hvað fólk er að gangi gegnum, sko, í öðrum hlutum heimsins, sko, sem ég mjög viðkvæm fyrir akkurat núna, en en maður má ekki, við verðum að passa okkur að drukkna ekki í þessu. Við verðum bara að passa okkur að drukkna ekki í þessu og reyna bara að gera góða hluti eins og þú ert að gera í þínu lífi með því að tala sannleikan og vera rödd fólksins og gera það sem þú getur í þínu hring, skilurðu, og ég gera það sem ég get í mínu hring og segi sannleikan. Ég ætla ekki að kóa með því sem ég veit að er rangt og ég mun segja, kalla það sem að kallast og það er það sem ég get gert. Og græðgi er græðgi, ofbeldi er ofbeldi, fasismi er fasismi, fordómar eru fordómar og þetta bara þarf að vera skýrt. Og ef það er eitthvað sem að þetta, ef það er eitthvað svona silfurlína í gegnum það sem er að gerast, það góða brýnist vel þegar það slæma er svona ofbóðslega sko skýrt. Þá brýnist líka andstæðan mjög vel. Og það er það sem að ég held að við þurfum að hafa sjónina á. Að, það er ekki bara það slæma sem getur verið svona skýrt og svona hátt. Andstæðan og það góða getur líka, sko, eins og Malcolm Luther King sagði alltaf, við getum ekki ítt út hatrinu meira hatri, það verður að vera ást og ljós sem að gera það. Þannig að ég reyna að vera það í mínu lífi og tjá ást og góða hluti, skilurðu, og líka að standa upp fyrir þeim sem eru fyrir fordómi eða óréttlæti eða hatri eða fasisma. Ég stend með þeim og stend upp fyrir þeim, skilurðu. Það er mikilvægt. Já. Hvernig er fyrir þig að vera innflytjandi, samkynhneigð kona með brúnan húðlit og innflytjandi? Já, ég get alveg sagt það að ég hef alveg farið í spóluna, sko, farið inn í spóluna og spóluna til enda og reyna að finna eitthvað öryggið og huggun í, sko, mínu ákveðna dæmi, sko. Í kerfinu er ég frá Íslandi og kona mín er frá Bretlandi, þannig að þetta er svo hrikalegt að þurfa að vera að miða sig sama, sko. Ég er öruggara heldur en þessi manneski eftir þessi manneski, svona að bara þurfa að vera að hugsa þetta, sko. Að þurfa að vera að pæla í þessu. Ég sór eið fyrir þetta land. Ég sendi myndbandi, ég sór eið þegar ég fekk ríkisborgararétt í þessu landi. Eins mikið og ég elska Ísland, en ég elska líka Ameríku. Ég var alltaf vilja búa hérna frá því ég var lítil. Og ég elska þetta land fyrir það sem það er fyrir sálina sem er svört á mínu mati í þessu landi. Sko, sálargæðin í menningu og tónlist er frá blökkufólki hérna. Og það, ég trúi því algjörlega, tónlistagreinar allar og margar sem að við heimurinn elskar og kann að meta og við getum ekki, sko, lokað augunum á alla þessa hluti, jafnvel þó að séu hatara sem vilja gera það. En ég get sagt þér það að ég þurfti bara að finna, sko, hvernig lítur þetta út í kerfinu, hver ég er og er fókusinn þar. Ég meina, kannski samkynhneigðu réttindin fara næst, kannski hjá Hæstarétti, ég veit ekki hver forgangurinn er hjá þeim í hvað þeir vilja vera að brjóta niður næst. Þeir eru búin að vera að taka í burtu réttindi kvenna, þeir eru núna annað flokks réttindi hér. Ég meina, ég getur klappa fyrir Íslandi að því mati að Íslandi mjög framalega í sambandi við mannréttindi og svo slíkt. Jafnvel þó að kannski hvað kallar maður það, miðlar og svona eru með öfgahópar og fleira. Öfgahópar og hatri kannski herra núna því við erum með, sko, samfélagsmiðla og svoleiðis. Því er ekki það að þetta hafi ekki verið kannski til staðar. Það er búið að gefa þessu byrundi vangi vegna þess að Ameríka hefur alltaf verið þannig sé svona hetjan á hæðinni, sko, Superman og þetta, Iron Man og allt á þetta núna. Og núna þegar þessi skilaboð frá æðstu stöðum er að koma frá Ameríku, þannig að það gefur það ákveðin svona tón. Og þetta er það sem er svo hættulegt, sko. Jafnvel þó að kannski hæsti tónin sé að koma frá þessum stað í þessu landi okkur, þýðir ekki að það sé rétt, þýðir ekki að það sé satt, skilurðu, og þó að 5 manns berja eitthvað út á götu þýðir ekki að því að 5 manns gerðu það sé rétt, skilurðu. Þú veist,
þannig að þú veist, já, til að svara spurningunni auðvitað hef ég spilað þessa spólu en ég er ekki svona í kvíða yfir því akkurat núna í dag ég meira með áhyggjur fyrir yndislega fólkinu sem ég sé á hverjum degi hérna í LA með sælja blóm út á götu í steikjandi hita Mexikanar hérna að reyna bara krakkar með haldandi á blómum við götuna strákarnir sem að hlaupa bílnum sem að að þvo glugganinn til þess að fá kannski $1 eða 2 þetta þetta fólk í heimi þetta fólk sem að halda uppi þjónustum, greinum hérna þetta bara herþyrla yfir jarðaberja hérna ökrum þú veist daginn þetta bara bílun, þetta bara algjör bílunlaufi það sem að hefur verið að gerast og fólk að segja það fylkisstjórinn að segja það þetta bara maður sem bara bílaður í Hvítahúsinu bara að senda út skipanir bara til þess að sýnast vera sterkur og stjórna og með einhverja svona persónlega drauma og fyrir því að vera eitthvað svona hvað kallar maður svona einræðisherra og hérna og við þurfum að bara þjást í gegnum þetta vonandi að kerfið heldur næstu 3 eitthvað ár, næstu 4 ár ég trú ekki að sé svona mikil tíma eftir og hérna ég meina eins og ég segi pappi sagði nú hérna þennan vísdóm hérna ég var alast upp hann sagði kongur vill sigla en byr ræður og þannig að kannski þetta lið getur verið með kannski öll þessi plön en oft fer ekki allt eins og fólk alltaf að plana þannig að ég bara vona að það sé líka hérna það gildi líka fyrir þá þessar ríkisstjórn skilur öll þessi plön en það fer ekki alltaf allt eins og allir vilja og plana sko og vonandi kemur kannski babb í bátinn líka með þessi hrikalegu plön sem eru í gangi núna það bara það sem ég vona það eina sem ég get vona en ég veit það alveg á hreinu hérna að fólki algjörlega alfarið meirihlutin á móti því sem að ég verið að gerast og líka fólk sem kaus hann og fullt af fólk sem sér eftir að hafa kosið hann og þetta bara hrikalegt, ég vil ekki einu svona kalla það schadenfreude sko að sjá þetta fólk sjá eftir því vegna þess að þetta bara svo sárt skilurðu allt saman að hérna bara haha ég sagði þér þú átti nú að vita eins og pappi segir stundum þú vissir að það mátti vita ég meina maður fær ekkit út úr því að segja þetta vegna þess að þetta bara svo sárt skilurðu sem er í gangi og svo að sjá líka ég hef tekið eftir ég vil líka segja að mér finnst ömurlegt að sjá svona hatur á Íslandi svona litlu landi hvaðan kemur þetta bara hvar í fjandanum kemur þetta ég bara að sjá sem fólk að bara ég les þess ég bara sérðu bara hvað þú ert að segja skilurðu hver þú ert bara hver ól þig upp bara hver ertu bara hvaðan kemur þetta skilurðu ég held líka að þetta sé kannski svona ekkert ósvipa því sem hefur verið að gerast í Bandaríkjunum sko að leið og stjórnvöld gefa ákveðnum skoðunum lögmæti þá versnar alltaf hérna þú veist rasismin og hatrið vegna þess að náttúrulega stjórnvöld náttúrulega gefa vissan tón fyrir svona hvernig almenningur getur hagað sér þannig leið og stjórnvöld eru farin að gefa þann tón að hérna sé í lagi að vera með rasískar yfirlýsingar sko þá hérna þetta bara fylgir almenningur eftir sko ég held að það sé eitthvað sem við finnum að fyrir ég vil trúa því að Íslendinga viti svona betur sko þetta bara ég skil ekki alveg sko vegna þess að Ísland er ekki Ameríka að mörgu leyti náttúrulega óla Ameríka og mörg okkur dalti svona upp vegna þess að við erum náttúrulega svo við horfum á svo mikið sko amerísk sjónvarpsefni og svoleiðis og náttúrulega erum fréttaþjóð alltaf að líta út fyrir landsteinina skilur og svona Íslendingar eru svona mikið svona fréttafíklar svona dalti og vinnufíklar og eru alltaf að hlaða í þessu upplýsingum og svona en samt sko ég veit ekki við erum kannski heppnarlaufi ef við komum frá góðum gildum þetta skiptir svo miklu máli að þessi gildi sko þessi góðu gildi séu en samt sko eins og þú segir þú ert búin að ala upp hérna yndislega fallegar hérna sko hálfblökkustúlkur sem að ég elska svo mikið og eru svo yndislegar og auðvitað veit ég að sko að þær hafa þurft að vera sko meðvitaðar sinn kynstofn og sitt litarhaft eins og ég bara á sama tíma í Vestmannaeyjum þar sem að ég og mamma vorum einu sem að vorum af öðruvísi litarhætti og kynstofni og maður nefna því ég lít tilbaka jafnvel þó að ég kannski hafi ekki haft alveg hrikalega
slæmt, en auðvitað var ég líka fyrir sko meðvituðum eða ómeðvituðum kynþáttafordómum þegar ég ólst upp sko bara það ekki bara óumflýjanlegt sko og sérstaklega ef það eru foreldrar sem eru kannski ekki með það góð gildi og ég trúi því að það skipti máli hvernig heimilum svona krakka koma frá hvað verið að kenna krökkum og svo líka hópþrýstingurinn svo ofbáslega mikilvægt að sjá það þegar krakkar eru í hópþrýstingi hver hefur ekki séð þessar svona senur þar sem að eru kannski 1-2 krakkar sem vita eitthvað slæmt eða verið kannski að leggja hvernig einelti en svo eru kannski meirihlutinn sem að eru að gera það og þú einhvern veginn ert ekki nógu stór í þér eða ert kannski alltaf veit ekki þarft að vera í meirihlutunum og getur ekki staðið upp fyrir þeim sem hefur verið að leggja einelti eða verið að gera grína skilurðu en ég trúi því að þú ert einhvern veginn alin upp á þann hátt og þú ert með nógu sterka sjálfsmynd skilur að þú getur staðið upp og það hægt að kenna og ef að þetta fólk að móti því að þú setur standa upp þá þetta ekki viniðinir og þá bara gott að losna við svona fólk skilur að ég veit ekki, mér finnst bara svo skipta máli hvað verið að kenna krökkum og ég trúi því ef að krakkar eru á heimilum það sem að svona fólk að tala með þessi helvítis eitthvað þegar foreldrar tala í kynþáttafordómum í kringu krakkan og svona þeir alast upp í svona eins og krakkar í Ameríku alast upp í kynþáttafordómum þeir alast upp í þessu alast upp í að Guð og þetta og svona alls konar trúar predikurum og svona þetta heilaþvottur, algjör heilaþvottur þessir fordómar og svona þannig að það skiptir svo miklu máli hvernig og hvað verið að kenna og þess vegna finnst mér alveg, leifum þessu, veistu hvað leifum þessum fólki á Íslandi núna, ég fylgist ekki nógu vel með og kannski veit ekki eins mikið og þú Laufi, nákvæmlega hverjir eru að segja rasíska hluti og þetta. Leifið þeim að sýna sína þetta réttu liti. Bara manneskja sem veit ekki og sér ekki að allt fólk jafnt og telur sinn kynstof vera einhverjum öðrum kynstof, þetta bara í rauninu, mér finnst þetta algjörðu geðsjúkdómur. Mér finnst þetta bara að koma fyrirgeðu, hver gaf þér leyfi, hvaðan farið þú þennan rétt til þess að hugsa það að segja þetta? Hvað veist þú hvort að, þú veist, á sama hátt þá getur, ef þú hefðir rámt fyrir, kannski einhver annar kynþáttur sem betur en þinn. Kannski, hver býr til þær reglur, hver býr til þau lög, hver gefur þið þennan rétt til að segja það? Skilurðu? Þetta bara, þú að vera að tala, þú að láta fólk svara fyrir hvaðan að fá þessi rök. Já, það náttúrulega þessuna sem þetta kalla fordómar, það að því þú dæmir fyrirfram, bara eftir útliti manniskunnar eða, þú eignar henni þess að þá ekki meira virðingi því þá segja, ég ætla bara að láta ykkur vita það, ég fordómafull manneskja, þess vegna ætla ég að tala svona, þess vegna mun ég segja þetta vegna þess að ég fordómafull. Þannig að þú mátt búast við því frá mér að ég muni segja svona hluti vegna þess að ég hef fordóma. En hvernig finnst þér eins og nú náttúrulega ólstu upp á Íslandi og sem brún manneskja og hefur núna búið talsvert lengi utan landsins, hvernig finnst þér svona munurinn á því að vera því að núna ertu líka útlendingur, þú ert náttúrulega útlendingur í landi þar sem að kannski fleiri líta út eins og þú heldur en voru í landinu þar sem þú fæddist. Hvernig þessi raunveruleiki? Sko, Laufey, ég elska Ísland en á sama tíma gat ég ekki beðið eftir að flytja þaðan. Vegna þess að mér fannst ég aldrei almennlega heima þar en samt sem áður get ég sagt sko ég hálf íslensk, ég hálf tælensk og þegar ég í Tælandi á ég ekki alveg heima þar og þegar ég á Íslandi á ég ekki alveg heima þar þannig að kannski millivegurinn hefur verið svona Ameríka þegar ég flutti til New York og ég sá New York borg þegar ég var lítil í sjónvarpinu, ég leit á sjónvarpið og ég vissi í sálinni minni, þarna vil ég vera þetta er það sem ég vil vera og ég veit ekki hvað það var, hvort að það sé eitthvað andlegt eða eitthvað, en svo flutti ég þangað, var komið þangað þegar ég var orðin 18 og var að fara fram og tilbaka 18, 19, 20 og ég bara, mér fannst ég verið bara komin heim vegna þess að mér fannst þar ekkert skipta neinu máli, það var enginn að pæla í hvernig þú lítur út og enginn einhvern veginn að spá í það og enda get ég sagt þér það í þessu landi Ameríku, ég gæti
hugsanlega myndi ekki vilja búa neinst annars þar, það var bara annarkvort New York eða LA sem ég hefði getað búið vegna þess að ég svo meðvituð að það eru sum fylki hérna sem eru meira fordómafull heldur en önnur fylki og svona það sem þú ert kannski meira meðvituð að þú sért af öðrum kynþætti heldur en kannski bara hvítum sko. Og þannig að en þetta bara svo ömurlegt Laufey að heimurinn skuli vera í einhverjum svona fordómum að þetta sé verra en hitt og ákveða það að hvíti hefur einhvern veginn meiri rétt á að dæma hitt og þetta og ég meina, fólk gerir sig ekki grein fyrir sko ef það myndi kannski stúdera söguna eins meira að sko menning hefur verið viðvarandi eins og í Kína og svo öðrum löndum ég að láta sé það er ofbeldi og óréttlæti og svona það sem að gengur að gerist á því leyti í öllum löndum skilur, út allan heim er fólk sem að er ofbeldisfullt eða er fordómafullt og svo framvegis en sko löndin sko sér ef þú lítur á lönd og stútur á lönd þá getur þú lært svo margt sko menningar heima og lítur til Kína þetta eru milljónar gömul þjóðskilur þar sem þetta er svo merkilegt ef maður lítur á menningarstofna og kynstofna frá svona sögulegu samhengi í staðin fyrir bara svona fordóma samhengi þetta er svo yfirborðskennt þetta er svo ofboðslega yfirborðskennt og og þess vegna vil ég alltaf minna á sko eins og hérna í Ameríku ekki vera að hissa á að þetta sé kannski að vinna yfir akkur núna vegna þess að þetta land er byggt á arðráni og þrælahaldi og fordómum. Þetta er rótin og og það var hvítir sem að stál landinu af lituðum. Indjánar byggu fyrir og og er ekki allir innflytjendur flutt ekki víkingarnir inn á Íslandi, ég meina hvar byrjar þetta allt saman? Þarf ekki alltaf að flytja inn á eitthvað? Þurfti ekki að flytja til Íslands eitthvað? Ég meina Já, ég meina fólk vex ekki upp í jörðinni sko þannig Já, ég meina við erum alltaf flakki, við erum flakkar og jælokkar Já, ef þú hugsar orðið innflytjendur að einhver sé að flytja inn það er bara búið að ákveða sko við fluttum þetta inn fyrst þannig að við erum betri innflytjendur heldur en þú Hugsaðu þér, ég meina en við erum öll innflytjendur á Íslandi Ísland var bara eitthvað bara land út í hafi ég meina sagan okkar er bara rétt 1000 ár þannig að ég meina, ég er að segja þér samhengi mannkynssögunar sko og rosalega ofbeldisfull að saga Íslendinga líka ef þú ætlar að það sem Hrafn Gunnlaugsson reyndi nú að svona, eins og maður slettir svona að glorifæja þetta eins svona í gegnum kvikmyndinu og svona Já, það er reynd til að vekja með okkur þjóðerniskennd Já, alls konar svona bara ofbeldi og svona alls konar ribbaldaháttur og bara nauðganir og hitt og þetta skilur sem bara er í sögunni og ég meina þetta er bara í öllum löndum einhvers konar svona saga og ofbeldi og hitt og þetta og svona þetta er bara svona þú verður bara ákveða á einhverjum það kemur bara tímapunkti þar sem að maður fær bara svona vilji vera að lifa í hatri vil ég vera bara að lifa í hatri vil ég bara vera á dánabeðinu og líta yfir líf mitt og ég eyddi svo miklum tíma í að hata þig og þetta fólk og dæma og reyna að sanna það að ég og mína skoðinu og það sem ég trúi sé betra heldur en þitt skilurðu og það er alveg hægt að tala og rökræða og hitt en ekki ef það er komið út í það að reyna að réttlæta hatur og ofbeldi og óréttlæti eða græðgi eða stuld eða einhver svona sumt er bara ómóralst rangt og það er bara innbyggt í mannfólk að hafa það innbyggt skilurðu ef að þú ert ekki með það skýrt ég meina ég er bara þakklátt fyrir að hafa þetta skýrt í mér ég trúi að ég kom frá góðum gildum ég trúi að ég hefi ræktað það í mér ég trúi að ég sé með sko einbeittan vilja í að rækta það góða í mér ég hef þurft að yfirstiga margt sem er kannski var ekki eins manneski sem ég vil ekki vera lengur í dag skilurðu ég fyrir ekkert að fela það þykist vera fullkomin en ég hef einbeittan vilja í að vera betri manneskja skilurðu og og hvernig ég vil koma fram við annað fólk vil ég koma fram við annað fólk af hatri nei vil ég koma fram við annað fólk
að dæma það, eins og ef ég myndi hitta algjöran Trumpara morgun og vitandi að hann algjör Trumpari, jafnvel þó að þeir kannski komið að mér að reyna að hata mig, ég myndi ekki vilja fara í einhvern haturslag því ég veit að það bara leiðir ekki til neins, hvað næsta stig á því ofbeldi, verður bara slást út á götu ég meina hvað næsta stig á því skilurðu? En hver hérna, já, þú veist, hvert erum við að fara? Þú veist, hvað hvernig sérðu fyrir þér framhaldið þarna í þessu landi sem þú ert búsett í? Hvað er eitthvað að fara að gerast eða er hatrið að fara að sigra? Ég meina, ég bara fantasíufíkill að segja það að ég vilja það góða sigri og að ljósi sigri, ég meina, kannski er það einhver svona töfra hugsun í því. Það á náttúrulega bara að vera lágmarkskrafa, sko. En Ég meina, þú sér það fólk elskar að horfa á Star Wars og elskar að horfa á Lord of the Rings og elskar að horfa á Harry Potter og þetta dæmi vegna þess að það er alltaf fólk elskar að sjá það góða sigra það illa. Skilur. Og skemmtana iðnaðurinn er bara svo mikið í gegnum tíðina það er alltaf það sem er mest vinsalast og kannski þjána mestu peningana vegna þess að fólk hefur svo mikla þörf fyrir að sjá að það góða sigra það slæma og líka þegar það góða sigra þegar það góða í fólki sigra það slæma í sér fólk elskar að sjá það líka þannig að núna erum við svolítið bara í því svona kannski á einstaklings svona hátt það sem ég að sjá kannski gegnum samfélagsmiðla mikið og þetta fyllir mig að mikilli von þegar ég að sjá fólk sjá að sér þegar ég að sjá Trump fólk sjá eftir þegar ég að sjá Trump fólk slást í hitt liðið þegar ég að sjá skoðanakannanir og öllu því sem þessi ríkisstjórnir að gera fyrir lægra og lægra, tölunir eru lægra og allt er óvinsætla og fólk vill ekki og þá sér maður bara fasisman í því að reyna að þvinga fram einhverju 200 manns á þinginu, 100 manns á þinginu er bara að reyna að þvinga einhverju sem að fólk, 80% af fólki vill ekki og þá komum við aftur á samstöðinu og rödd fólksins að það er svo mikilvægt að fólkið vill þetta ekki þetta vill þetta ekki það er meirihlutin vill þetta ekki samt er verið að þvinga þetta þetta er bara svona nauðgunarháttur bara maður bara sem að þvinga sér upp á konu hún segir nei, ég vill þetta ekki þetta er bara sama þetta er bara nauðgun og þetta er það sem við erum að gera og ég hef sagt þetta, ég hef skrifað þetta þegar manneskja menn eða konur verða fyrir nauðgun og við erum í miðri nauðgun á fullt af hlutum þá verðum við að taka kraftin tilbaka við megum ekki leyfa nauðgurunum basically að taka kraftin af okkur við megum ekki gefa hann frá okkur þetta er bara þannig Laufey við verðum að halda í kraftin og nei, ég veit, ég gat ekki barist þig, ég gat ekki hendir að mér en ég ætla að taka kraftin tilbaka þú átt hann ekki, ég á hann bye, skilurðu þannig að það er það sem við erum að gera við megum og það er það sem fólk er að gera með þessu mótmálin, það er það sem fólk er að gera með að tala út flest svona þekkt fólk í Ameríku sem að er eins og sagt Bruce Springsteen daginn hann talaði og Trump var alveg brjálaður af því að skilurðu og fór að hóta honum eitthvað svona fólk er að tala upp og tala fram og ég held að verði miklu meira af þessu núna, ég held að það sé bara rétt að byrja Hefur þú eitthvað mætt á þessi mótmæli eða orðið vör við þau? Já, við höfum hoppað út og svona þetta hefur verið svona út á götu skilurðu en svo líka af því að það eru svona sumir í Los Angeles, það eru svona stundum þegar ég trúi því að það er svona skipulagður hópur nokkru manns sem að hoppað inn í Black Lives Matter mótmælin á sínu fyrir nokkrum árum þegar George Floyd var myrtur og þau mótmæli voru rétt fyrir utan húsið okkar bara byggingun okkar og ég trúi því að það er svona eitthvað svona skipulagður hópur sem að kemur inn í svona stór mótmæli sem eru plönuð og byrjar að skapa svona örvinglun og svona örtröð svona einhverju nokkrir svona
bad actors eins og maður segir, svona slæmir leikarar, svona beinþýðing sko, sem að byrja að kveikja og þá lítur þetta út fyrir og einmitt þess að senda hann hérna herinn og svona sem ólöglegt, en þú sér það hann að gera svona fullt af hlutum sem að eru ekki löglegir og eru á móti bara, skilurðu, bara að gera það sem hún sýnist basically, og hérna og skal ég segja þér já, og það eru og hann að réttlæta með því að það einhver svona nokkri sem að búa til eins og þetta sé bara eitthvað, þetta bara fólk bara brjálað og bara allt í svona, allt bara klikkað og bilað en það ekki þannig, ég meina þetta var ekki þannig, þetta var svona bara svona mjög skipuleg mótmæli hérna niður í bæ og svo þegar þetta verður aðeins seinna þá einhverju nokkri sem að kannski kveikja í og að spreyja og eitthvað svona, en það bara eitthvað kannski bara eitthvað 1-2% skilur af fólki en það láti líta út eins og það sé skilur bara fólki bara alveg komið út úr fattur hann að senda herinn og þannig að maður að passa sig á því að vera ekki að lita þetta þannig sko og hérna þeir reynda að lita þetta líka þannig að hérna þegar hérna George Floyd 2020 sko. Og þannig að ég sé núna í gegnum það rosalega hérna þegar það eru mótmæli, þetta bara mestmegnis friðsæl mótmæli hérna hjá fólki, bara út allt land sem að mótmæla þessu og rosalega góð skipuleg mótmæli sem voru hérna daginn, No Kings hérna mótmælin og hérna og þetta mun bara halda áfram, þetta alveg hrikalega óvinsælt sem hann að gera, flest fólk veit að þessi maður þetta andlega lasinn maður, rosalega andlega lasinn maður og hérna bara hann sjúklingur fyrir mér sko, hann á bara að vera á deild sko og hérna bara undir svona sálfræði hjálp sko, þannig að og ég veit ekki, þetta svona líka bara svona stefna sem undirliggjandi, hann í rauninni peð í stefnu sem hefur undirliggjandi í svona marga áratugi sem að svona hópar hérna hafa vilja koma fram, svona öfgatrúarhópar og svona fasismahópar sem að nota, svona sem hafa vilja koma á framfæri menn sem að eru með rosalega mikla peninga sem að hafa dælt í hann peningu til að því þeir vilja hann haldi fram þeirra öfgastefnum sko, þannig að því leitum til hann líka peð því að það hægt að svona mótan líka smá svona þannig að eins og þú sérð hérna bara með því að hrósunum og hitt og þetta skilur, þetta svo gegnum sérst sko þannig að við erum bara að lifa í gegnum þetta, elska mín, og við verðum bara, og mér finnst bara svo ömurlegt að sjá hvað Íslendingar það mikið svona hvernig þeir leyfa sér að tala svona hatusfull miklan hátt sko og hérna sárt að sjá sko, rosalega sárt að sjá, jafnvel þó að kannski fordómar komið mér ekkert á óvart, ég veit að fordómar eru til og hafa alltaf verið til og það fólk sem með fordóma í sér en svona þetta svona komið á svona miklu svona hatursmeira stig og komið kannski miklu meira eins og hérna í Ameríku á hæstu staði fyrst að þetta á hæstu stöðum hérna, af hverju ekki þá á Íslandi líka, en mér finnst bara svo fólk á að líta í barm sér og spyrja sig sko hvaðan kemur þetta hatur? Af hverju finnst mér þetta? Að spyrja sig svona. Og fólk á líka að spyrja. Fólk á bara með mikrofón að spyrja af hverju hataru? Af hverju ertu með fordóma? Bara kalla þetta það sem það er. Ef ég var í fjölmiðlmannskju, ertu fordómafull? Ertu hatursfull manneskja? Skilurðu almennt eða, og það kannski mér finnst bara þetta og þetta ágætt að vera með mjólkakerfið og það getur bara farið út í þetta skilurðu og hérna og þá þetta að fara út í rökræðu sko, ok, tölum þá það sem að mjólkakerfið, þetta eitt af því kannski, ok, tölum bara allt það sem kannski gæti verið að mjólkakerfið og þá kannski komist við að því já, það kannski líka hvítt fólk sem að því og kannski auðfólk á Íslandi sem að því líka sem að kannski vill líka fá skattadæmi eins og fólk að gera hér, auðmenn sem að vilja vera að taka frá því sem fólki sem á minnst meira sín til að eiga meira, það kallast græðgi það kallast siðblinda og hérna og bara kalla þetta það sem að skilur þetta fólk þó að það sé kannski það annað máltæki sko, bylur hæst í tómri tunnu þetta finnst mér alveg þetta mjög gott máltæki
Þetta mjög gott máltæki sko. En ekki leyfa fólki að komast upp með svona það sem þú veist í maganum sko, í kjarnanum sko, bara rangt og bara athyglisfullt og bara kalla sko, láta það útskýra og þá kannski bara mun að sýna sjálft sig sko, ljótleikinn sko, láta ljótleikan bara sýna sig. Já. Það náttúrulega líka bara, þú veist, eins og svona aðgerðir eins og náttúrulega Trump stjórnin í gegn innflytjendum sem þeir kalla ólöglega, en þetta einmitt líka hér, mótmælin sem hafa verið hér, ég veit ekki hvort þau fylgst með, en þau hafa verið, það svona hópur sem að kalla sig Ísland þvert á flokka sem hefur verið með mótmæli. Ég veit ekki alveg hvort þau eiga að vera reglulega eða ekki, en ég held að sko þegar við vorum með mótmæli fyrst þá held ég að hafi komið fólki óvart hvað þetta var stór hópur sko. Já. Og þetta einmitt fólk segist vera að mótmæla stjórnvöldum, en svo náttúrulega ýmislegt sem að kemur upp á og það náttúrulega, þú veist, þó að þau þykist ekki vera rasistar þá þetta náttúrulega rasískar hugmyndir sem þau eru að halda á lofti og það náttúrulega sjálfsögðu rasistar sem eru að mæta þarna og fara fram með hatursfullum hætti sko, þannig að þetta alltaf eins og við vorum að tala áðan, þetta gefur svona vissri orðuræðu lögmæti. Sko, þá sýnin þá bara sýnin svona svipið þess að ég Hitler sko, bara þvoum Ísland af lituðu fólki, við skulum bara vera hvít hérna og við skulum hafa filterskerfi á því að bara hvít fólk flytji hérna og bara hvít fólk eigi heima hérna og bara hvít fólk fá að koma hingað. Nema kannski þessi túrismin, við þurfum túrismann, en það þurfa að vera vissum að fólki fari aftur úr landinu, en látu það eyða peningum hérna samt sko. En hvernig skipuleggur þú svona hatur sín? Hver endastefnan á sýninni þinni? Viltu þvo Ísland af lituðu fólki? Er það sem varst að segja? Viltu ekki að neitt lita fólk sé hérna? Er það þjóðernishyggja að Ísland sé hvítt fyrir hvíta? Er það sem varst að segja mér? Það náttúrulega ansi stutt í þessar hugmyndir sko, þó að En samt vil þú geta flutt hvar sem þér sýnist? Já, það nú yfirleitt þannig sko. Já. Þú vilt geta farið til Tælands og þú vilt geta farið til Grikklands eða Ítalíu þar sem að fólk mjög dökkt á hörund á mörgum svæðum og gert það sem þér sýnist af því að þú ert svo hrokafullur í rauninni. Þú ert í þínum kynþátt að hroka í rauninni. Við skulum nota það orð núna, kynþáttarhroki. Minn kynþáttur fyrsta lagi, það kona hérna sem prófessor held ég að hún sé, eða doktor eitthvað, hún marga áratugi búin að tala rasisma einmitt hérna í Ameríku og komið í sjónvarpsþætti, ég man ekki hvað hann heitir, þetta svona kona með gleru, stutt, hvítt hár, hún talar þetta sko, ef að fólk bara fræðir sig, allir kynþátt að koma frá svörtum kynþátti og þetta bara kallast melatonin í húðinni. Þetta bara svona scaling sliding scale á melatonin. Húð melatonin, það er bara það sem þetta allt sem hann er. Þetta bara litarefni í húð sko. Já, sliding scale á melatonin sem þetta byrjar alltaf svörtum kynstofni og svo kemur allt út frá því, sko. Ég náttúrulega bara ekki alveg með þetta alveg hreinu, það er svona það sem hún var að reyna að fræða fólk sko. Að þetta er bara sannleikurinn og fólk bara týnt í einhverju svona. Af því að sko, ég held þetta snúist ekki fordóma, sko, ég held þetta snúist meira þörf fólk til þess að vera æðri öðrum eða eitthvað svo leiðis. Já, sko, æðri, sko, af því að það hefur ekki sjálfsmat sem byggt á einhverju hollara. Þetta svona eins og að vera sko knýja sjálfa sig á sko bara á rusli sko í staðin fyrir á sko þú veist alveg ef þú ætlar að drekka kók allan daginn og borða nammi þá bara þú veist verður örugglega þá heilsan hrynur örugglega sko þú getur gert það en þú veist ef þú ætlar að næra þig á rusli þá náttúrulega sko bara það er ekki hægt að það er ekki hægt til lengdar skilur þannig að þetta fólk að knýja sig áfram á hatri skilur en það er ekki nærandi til lengdar það er ekki eins og maður segir sko það er ekki þú sér það í gegnum tíðina allar svona haturstefnur hvernig gengur svona löndum hvernig hafa svona stefnum gengið skilur í gegnum tíðina þetta endist ekki
Þetta þrífst ekki. Þetta endalaust í stríðum og svona hinu og þessu og svona lönd sem eru með svona haturstefnur og svo leiðis. Þetta eru lönd sem eru oft í fátækt, ná ekki að komast áfram, skilur endalaust þjóðastríð, endalaust eitthvað svona. Þetta nærist ekki, þetta þrífst ekki. Ísland þurfti að fá aðra menninga þjóðir inn í landi, ég meina, þetta svo mikið hræstni líka, sko. Ég hef hitt svona hatara, svona kynþáttafordóma sem að elska, sko, kínamat og hitt og þetta og alls konar svona matinn, sko, frá öðrum löndum, en svo ekki, en svo á sama tíma að setja út af, sko, kynþáttafordóma, sko, elska, sko, fá okkur eindarskan, fá okkur kínamat, skilur, þetta er svo skilur, þetta er svo ömulegt, Laufey, þetta er ekki, þú veist, ef þú færð að pota í þetta, þá hreinur þetta, af því að þetta er byggt á sandi allt saman, og ég trúi því að fólk sem að þrífst á svona hatri, ég kalli þetta svona lower power, sko, í staðan fyrir svona higher power, sko, að vera eins og að vera disempowered eða empowered, sko, lifirðu disempowered í lífinu þínu eða lifirðu empowered í lífinu þínu, skilurðu? Og það er fullt af fólki sem að finnst það kannski vera svona disempowered að marga kannski kemur frá rosa mikilli fátækt og svo líka fordómum sem að allt innu finnst að vera eitthvað þegar það fyrir að hata, finnst að hafa einhvers konar stað í samfélaginu eða einhvers konar rödd einhver, skilurðu, og tekur þá í þann málstaði eða í þessa málstaði, jafnvel þó þið séu svona ljótir og hatusfullir bara vegna þess að það knýrir það áfram, þetta er einhvers konar orka, sko, einhvers konar upphefning en á svona lágri tíðni, fattaru, þannig að það er í rauninni ekki hægt að, sko, fólk er bara andlega á sinkonum stöðum og ég trúi því að fólk sem að tekur þessa málstaði til þess að knýja sig það er bara andlega á þeim stað að þar kannski getur komið einhvers konar samkennd, að maður veit að þetta fólk þarf svo innilega á einhvers konar empowerment, hvernig myndi maður segja það á íslensku, svona Já, þetta er akkurat, takk fyrir þetta. Þú skilur hvað ég við svona sjálfsmats... Valdefling heitir þetta á íslensku. Valdefling, svona einhvers konar valdefling, sko, sjálfsvaldeflingu, sko, svona af eigin krafti, sko, og ég veit alveg hvað það er að vera, sko, hafa mist, sko, valdeflinguna inn í sjálfur mér, sko, og þá oft get ég gripið í, sko, dómhörku eða þú veist, kannski ekki alveg á þessum stað, sko, en bara vera í dómi og vera dæma og vera í svona reiði eða jafnvel eitthvað svona réttlætu hatri, sko, kannski ekki alveg á þessum átt eða til þess að lyfta sjálfur mér upp, sko, en ég er meðvituð það. Þannig að þetta fólk kannski hefur ekki aðra lausn. Já, akkurat. En þú ert komið með ríkisborgararétt í Bandaríkjunum, þú sagðir það. Er það ekki? Já, ég hef verið með hann í nokkur ár, sko. Já, einmitt. Ertu þá að ferðast á bandarískum passa eða ertu að ferðast á íslenskum? Ég fékk ríkisborgararéttin fyrir, það var svona, hvenær fékk ég? 3 ár síðan, 4 ár, hvenær fékk ég ríkisborgararétt? Það er nokkur ár síðan, sko. Já. Og ég ferðast með passan, sko. Já. Ég get alveg sagt það, ég hef verið smá svona, ég meina, að fara út í landinu og koma svo inn í hann aftur og ég meina, ég fekk náttúrulega, sko, að því ég giftist konunni minni og hún er amerískur ríkisborgari en hún er líka innflytjandi, sko. Já, akkurat. Og þannig að auðvitað höfum við talað það, sko, hversu, ég meina, þetta er bara svo klikkað, Laufey, þurfa að vera að hafa ágjur. Ég var á grænu korti lengi, ég var á einum svona passa, einn er fyrir þá sem eru með exceptional abilities in the arts og þannig að, sko, var ákjósanlegur innflytjandi, sem sagt. Þú ert svona ákjósanlegur innflytjandi. Er það ekki? Já. Veistu hvað, Laufey, þetta er ömulegt að þurfa að vera, sko, að hugsa sko, hvað er það sem að gefa mér meira öryggi í kerfinu sem innflytjandi, sem amerískur ríkisborgarar, eins og ég segi, fólk hefur verið handtekið sem er ríkisborgarar og fólk er að vera handtekið sem er ekki með neitt glæp í kerfinu, ekki neitt, sko. Bara því að lítur einhvern veginn út, yfirleitt. Já, þetta kallast fasismi,
rasismi, hatur, þetta er bara það. Það er ekkert annað, það er engin á afsökun þegar slíti sundur fjölskyldur, slíta fjölskyldu feður frá konunum, börnunum sínum. Þetta er ógeð, Laufey, þetta er ógeðslegt. Ég hef heyrt dæmi það sem að fara inn í skóla og ég hef leikskóla og þetta er skelfing. Þetta er bara skelfilegt, litli krakkar að koma í mikrofónin í einhvern réttasölum og tala, ég meina, þetta er bara, þú þarft að vera sko psíkopati, sósiopati til þess að vera leyfa svona lagað. Þú þarft að vera hatar og fá eitthvað úti, sko, fólki svo ég og þú munum aldrei skilja. Nei. Algjörlega hvernig hægt sé að vera svona. Sem betur fyrir mig langar held ég ekki að skilja það, sko. Hvað segirðu? Mér langar eiginlega ekkert að skilja það heldur. Nei, mér langar ekkert að skilja það heldur og þú munt aldrei skilja það, saman hvað reynir. Við getum aldrei skilja þetta sem betur fer. Kannski, ég veit ekki, fyrra lífum eða einhvern næstu lífum, kannski þurfum við að skilja það eða verðum við að vera það, ég veit það ekki, ég veit ekki neitt, en allavega núna munum við aldrei skilja það. Og því að þetta er svo mikið grimmt, þetta er bara grimmt, þetta er bara ómannúðlegt, þetta er mannréttindabrot. Ég meina, þetta er bara mannréttindabrot, þetta er bara ekkert annað heldur en það og það er sem betur fer. Ég vil líka minnast á alltaf góða fólk sem að berjast fyrir rétti til þessa fólks akkurat núna, sem að bara gera allt sem það getur til þess að koma inn í þessa staði og að reyna að vernda þetta fólk og að reyna að berjast fyrir þessu fólki, að ná sem þessu fólki út og svo framvegis. Við getum líka hugga okkur við það að hann reyndi að þetta dók dæmi hjá Elon, þeir reyndi að reka fullt af fólki og ráku fullt af fólki, en það er verið að ráða sumt af þúsundar af þessu fólki aftur inn vegna þess að þeir eru að komast að því að þeir þurfa sérfræðinga. Sérfræði er nauðsynleg, skilurðu? Já, einmitt. Þannig að who knew, þú veist, sérfræði, hvað er það? Skilurðu, þurfum við sérfræðinga í einhverjum stegum, skilurðu, í einhverjum greinum, en ég meina, þetta er svo ofboðslega sárt að horfa upp á svona laga þegar þú veist hvað er rétt og rangt og þegar þú veist að eitthvað sé rangt að gera. En hann er líka bara, þess vegna er hann að missa rosalega mikið fylgi vegna þess að fólk kaust þetta ekki. Hann lofaði því að fara á eftir glæpafólki og hinn og þessu. En hann er bara að reyna, þeir eru bara að krossa einhverja tölur á einhverju blaði, skilur, ná einhverju meti á einhverju mánuði og þetta er bara svo ómannúðlegt og hrikalegt en hann er líka meiða landi sitt á sama tíma, hann er að meiða efnahaginn líka vegna þess að fullt af þessu fólki er að vinna vinnur sem að við þurfum á að halda, skilur, sem samfélag. Þetta er svo, við þurfum að, það verða afleiðingar. Það eru nú þegar afleiðingar, veitingastar, fólk er að tala í LA, þetta er bara eins og COVID, þetta er verri en COVID, fólk að segja. Í sumum af veitingastöðunum og sumum mörkuðum og svona útimörkuðum og svona litlu minnumörkuðum inn í svona verslunum miðstöðum og svoleiðis sem eru margir svona innflytjendur sem eru með alls konar svona mat og blóm og svona hitt og þetta, blöðrur og svona dótanda krökkum og svona hitt og þetta, alls konar svona dæmi, sko. Þetta er bara fólki bara í ótta. Hann er búin að neyða fólk eins og skortir inn í hólur að fela sig, skilur, hann vill það. Þetta fólk er bara skortir fyrir honum. Það er ekki mannúð, þetta er svo grimmt, Laufey. Hvað er þetta að segja annað þetta? Já, mitt. En kæra Rósa, ég held að morgunvaktin okkar var að labba í hús, heyrist mér. Þannig að það var alveg dásamlegt að heyri þér og gott að heyra svona heyra frá manneski á götunni. Já, ég er kona fólksins. Já, kona fólksins. Og sjálfsögðu. Og ég er svo glöð að þú ert til, Laufey, þú ert bara ein hjartabesta manneski sem ég veit þín fjölskylda, yndislegt fólk, yndislegt íslenskt fólk. Best í heim. Og við þurfum á þér að halda og fólki eins og þér og mér, það er eitt sem ég er búin að læra, ekki að tala niður til mín, ég er líka góð manneskja, ég er með hjartað réttu stað og ég get tjáð ást mína til fólk sem ég elska og að geta tjáð ást er miklu kraftugra heldur en að sýna hatur. Takk fyrir.
Góða nótt. Mic drop, sko. Heyri, takk, elsku Rósa. Ég vona að við fáum að hringi þig aftur við tækifæri. Já, endilega. Ég veit að ég bladra mest og svona, en ég elskaði samt og bara segðu mig næst að þú vilt tala meira, þá bara leyfi ég þér að tala meira líka. En þú líka ert að opna bara fullt af dósum hérna. Já, einmitt. Allt þetta að koma út, sko. Og hérna, við þakka þér fyrir það. Já, bara takk sömuleiðis. Og herðu, þá hérna, ég held að hann Björn Þorláks hafi verið að labba í hús. Hann og Marja Lilja ætla aðeins að fara yfir morgunvaktina. Ég að röddi mínu farin. En já, Orri, þú kannski setur upp skilti þegar ég búin að kveðja. Ertu með það? Já, ok, frábært. Hann Orri Dýrason biður að heilsa þér, Rósa. Herðu, Orri? Sigurrósar? Nei. Hann í tækninni á meðan ég brá mér hingað að tala við þig. Ertu að tala um Orra trommara? Já. Nei, elsku Orri. Elsku hjarta mitt, ert þú þarna? Ég er ekki búin að sjá hann svo lengi. Elskan mín. Jæja, hérna. Já, en við kannski tökum þig af internetinu og já, þið Orri getið talað saman. Æja, ég bara endilega senda innirrætt knús til hann. Mér þykir rosalega vænt þig, Orri. Sömuleiðis, segir Orri. Já, bara hlakka til að sjá Orra einhvern tímann í LA eða ég sé hann á Íslandi. Já, bara takk innilega fyrir, Rósa, og þakka ykkur kæru hlustendur líka fyrir samfylgdina. Björn Þorláks og Marja Lilja koma eftir augnablik að og taka við morgunvaktinni og ég vippa mér aftur á baku takkana. En við kannski horfum á nokkur á eitt enn viðtal. Við höfum verið að skjóta enn viðtölum sem að voru tekin upp 5. og föstudag við fólkið út á götu og við ætlum að spila eitt svoleiðis innslag fyrir ykkur áður en Björn og Marja setjast í sætin. Takk fyrir. Já, við erum fyrir framan Múlakaffi, þú ert á leið í hádegismat og má ég spyrja hvað heitir? Loftur. Hvaða svona fjölmiðlum fylgist þú með, Loftur? Það er bara þessu típisku bara á MBL og DFF og Vísir. Og ertu svona, fylgistu með fréttum, skilur alveg reglulega á hverju degi? Það er einu, já. Hefur heyrt stöð sem heitir Samstöðin? Hvað fyrir ekki? Samstöðin, hefur heyrt hana? Sem hún Ekki. Hún í útvarpinu 89,1 ef þú ert að keyra eitthvað? Nei, já, ok, ég verður að tekka á því. Ég hef aldrei heyrt þetta. En hefur þú áhyggjur á svona upplýsingaóreiðu og svona, finnst þér mikilvægt að sé alvöru blaðamennska í gangi og þú veist að fjölmiðlarnir séu styrkir í landinu? Já, sjálfsögðu. Hvað finnst þér svona vanta, þú veist eins og þar sem þú vinnur og þannig, maður spyrja hvað þú vinnur? Ég er sjómaður. Og finnst þér vanta, þú veist, eitthvað þinn veruleika, sko svona almennilega umfjöllun? Nei, alls ekki. Sé bara lagi, sko. En þessi, þú veist, sjá kvótamálun og það, finnst þér vera svona nóg miklar skýringar og eftirfylgri? Já, maður bara veit ekki hverju maður á að trúa. Hvoru liðinu maður á að trúa. Þannig að þú ferð aðeins í óvissuna? Maður bara svona spyrir sig sjálf á sig bara spurninga. En myndur vilja kannski, saknar þess að sé ekki meira að tala við kannski ykkur sem eruð í bransanum? Já, það er í sjálfsögur alveg talað við okkur, sko. Það er bara okkar vinnuvitundur, sko. Það er einmitt sjávarútvegsþáttur á, sko, gaman að ef þú myndir koma þangað. Það er bara að fara að plugga mig þangað inn. Ég skal benda honum Gretar á að hafa samvættu þig. Takk fyrir spjallið. Já, sömuleiðis, takk. Og verðið þér góðu. Tryggjum sjálfstæði Samstöðvarinnar, maraþón málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði Samstöðvarinnar.